Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 11. apríl. Ég ætla að byrja þennan ágæta þátt á því að tilkynna ykkur að við höfum sett á laggirnar nýjan bókaklúbb Spursmála. Þar ætlum við í hverju mánuði að taka fyrir nýja bók, ræða efni hennar og innihald og dýpka með því skilning okkar og þáttakandi í klúbbnum á samfélagsmálum vítt og breytt, hvað sem það hagfræðilegs eðlis, sagnfræðilegs, félagsfræði eða mögulega varnarmál sem nú þau mál sem efst á baugi í heimsmálunum þessa dagana. Og við ætlum núna í aprílmánuði að taka fyrir áhugaverða bók sem kom út fyrir jólabókaflóðið síðast. Það ævisaga Geirs H. Haarde. Ég fékk nú Geir hingað til mín í desember til að ræða þau mál en í þessari bók þá varpar hann ljósi á samtímasögu sem má ekki gleymast og ekki síst fyrir unga fólki sem þarf að kynna sér hvað gerðist og gekk á hér í september, október og nóvember 2008 og inn á árið 2009. Geir varpar þarna sérstakur ljósi á þessa atburði út frá sjónarhóli forsætisráðherra og við ætlum að ræða þessa bók á vettvangi klúbbsins á næstu vikum. Í byrjun maí ætlar Geir síðan að setjast niður með mér á Kjarval og þá ætlum við að ræða innihald bókarinnar og sérstaklega þennan hluta sögunar og félagar í bókaklúbbnum geta mætt á svæðið og gert sér glaðan dag og fræðst leið. Þið skráið ykkur í klúbbin á undirsíðu Spursmála á mbl.is, það ykkur á kostnaðarlausu, þið munið fá bókatilboð og annað í þeim dúr í gegnum klúbbin og hvetji ykkur til að taka þátt í þessu. Við þurfum að auka bóklestur og fræðsluna sem að bækur geta veitt umfram aðra miðla, því að blindur bóklaus maður. En í dag margt að frétta, ekki síst á síðum Morgunblaðsins og ég leyfi mér að halda því fram. Blaðið sneisafullt af fréttum og áhugaverðri umfjöllunum menningu og annað í þeim dúr og blaðinu í dag fylgir líka mjög skemmtilegt sérblað, hjólablað sem hefur komið hér út á hverju ári, síðust árin undir styrkri ritstjórn Þorsteins Meljen, kollega míns. Hann mikill hjólagarpur og útivistarmaður og í þessu sneisafullar blaði kennir ýmissa grasa. Þið sem ætlið að reyma á ykkur hjólaskóna og setja á ykkur hjálminn í sumar, ættuð endilega að kynna ykkur efni þessa blaðs í dag. En svo það að vettvangi stjórnmálana. Hér í morgun birtum við fréttir frá ríkisstjórn Íslands. Morgunblaðið hefur nefnilega aflað minnisblaða innan úr stjórnarráðinu sem skrifuð voru í aðdraganda þess að ný ríkisstjórn tók við völdum 21. desember síðastliðinn. Innan úr fjármálaráðuneytinu komu áhugaverð gögn, meðal annars gögn frá embættismönnum ráðuneytisins þar sem menn ræða möguleika á því hvernig megi auka gjaldtöku eða skattheimtu gagnvart ferðaþjónustunni sem mikilvægasti útflutningsatvinnuvegur þjóðarinnar. Og það mjög forvitnilegt að rýna í þessu gögn, ekki síst fyrir þá staðreynd að þegar þeir lista upp alla þá ægilega fínu möguleika til þess að auka gjaldtökuna og skattheimtuna að þá það gert undir yfirskriftinni matseðill. Þeim finnst greinilega að almenningur á Íslandi og fyrirtækin, þjóðin sjálf, séu eins og hlaðborð veitinga sem hægt sé að leita í og sækja tekjur til ríkissjóðs. Það dálítið undarlegt að verða vitni að því hvernig opinberir embættismenn tala okkur og ég verða að viðurkenna fyrir mitt leyti að mér finnst þetta fremur ógeðfellt. Það á að tala virðingu sjálfsaflafé fólks og eignir þess og þegar ríkið ákveður að seilast í vasa fólks og fyrirtækja þá á ekki að gera það undir yfirskrift eins og þessari matseðill. Ég vona að embættismennirnir láti sér þetta kenningu verða og kannski væri best að þeir myndu biðjast afsökunar á þessari framsetningu því að hún alls ekki í lagi. Þetta mál síðan enn einkennilegri ljósi þess að við sjáum að ferðaþjónustan að gefa eftir. Við birtum á síðu 4 í dag upplýsingar það að ferðamönnum frá Bretlandi hefur stórfækkað á nýju ári og við óttumst líka vegna gjörningaviðursins sem að Donald Trump hefur efnt til að ferðamönnum frá Bandaríkjunum, stærsta hópnum sem að hingað kemur og svo hópur sem eyðir mestu, að honum muni einnig fækka. Það þýðir það að útflutningsatvinnuvegurinn ferðaþjónustan mun gefa eftir á árinu og það mun koma niður á lífsgæðum Íslendinga nær og fjær. Þetta síðan á sama tíma og stjórnvöld að hækka gjöldin á sjávarútveginn sem annar grunnatvinnuvegur þjóðarinnar og það virðast vera endalaust tækifæri, endalaus matseðill hjá þeim í því að auka álögur og draga úr samkeppnishæfni fyrirtækin í landinu. Einhverju kunna segja að fyrirtækin geti vel ráðið við þetta en í lok dags það auðvitað almenningur sem situr uppi með svartapétur. Við höfum flutt ykkur áhugaverða fréttir og upplýsingar af vettvangi dagmála í þessari viku og mér langar hér til að sýna ykkur stutt myndskeið
þar sem Hólmfríður María Ragnhildardóttir ræðir við Jón Pétur Símsen alþingismann og fyrrum skólastjóra. Hann að benda okkur á þá augljósu staðreynd að við getum ekki endalaust reynt að forða börnum undan kvíða eða álagi. Það virðist vera aðal stefna núna í dag og meðal annars megin röksemding gegn því að það megi leggja samræmd próf fyrir börn. Það nú það sem við höfum eiginlega flest öll gengið í gegnum og ekki orðið meint af. En sjáum við hvað Jón Pétur Símsen segir þetta mál. Við erum með börnin í grunnskóla og það sá staður þar sem við að þjálfa því að takast á við minniháttar áföll og ágreining og hvort sem það niðurstöður úr einhverjum prófum en ekki. Ef við vitum ekki snemma að einhver stendur höllum fæti, þá getum við ekki styrkt hann almennilega. Þannig í stað þess að setja höfuð í sandinn og láta þessi 10 ár líða og síðan á barnið að komast að því sem brottfall í framhaldsskóla að það stendur ekki vel. Þetta er náttúrulega bara algjörlega galið. Það þarf nefnilega að horfast í augu við vandan og takast á við hann. Það er ekki hægt að stóla á það að hann líði einfallega hjá eða fljóti framhjá eins og trjádrumbur í straumharðri á. Við tókum annað viðtal hér í vikunni. Eggert Skúlason ræddi við Úlfar Lúðvíksson sem er lögreglustjóri á Suðurnesjum. Hann ræddi algjörlega tæpitungulaust stöðuna á landamærunum á Íslandi, þar að segja á Keflavíkurflugvelli, og hann hefur mestar áhyggjur af innri landamærunum sem við höfum skapað í samstarfi Schengen-ríkjanna. Hann er að útskýra fyrir okkur hvernig við þurfum að taka harðar á því þegar að hingað koma menn sem að hafa illt í huga. Og þetta er eitthvað sem stjórnvöld verða að horfast í augu við vegna þess að þetta kemur að öðrum kosti niður á öryggi landsmanna. Sjáu þið hvað Úlfar hefur að segja. Ég þarf til að mynda fangaverði. Þú ert ekki með þá? Ég er ekki með fangaverði. Ég þyrfti kannski 10-14 fangaverði og ég þarf fleira fólk á völlin sjálfan. Útlendingur sem á hér ekki dvalarrétt, hann gæti hugsanlega átt hér dvalarrétt, en hann er eftir sem hann er ekki íslensku ríkisborgari. Ef hann gerist brotlegu við almenn hegningarlög eða fíkniefnalöggjöfina, þá myndi ég telja ástæðu til að brottvísa þeim sama einstaklingi frá landinu. Þetta er að sjálfsögðu ekki nema sjálfsagt og stjórnvöld eiga að tryggja það að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi valdheimildir til þess að grípa þessar aðgerða. En það að lögreglustjórinn þurfi á fangavörðum að halda á flugvellinum er líka mjög alvarlegt mál og segir okkur í hvaða stöðu við erum á landamærunum. Það má ekki bíða einn dag að menn grípi til aðgerða og tryggi það að embætti Úlfars Lúðvíkssonar hafi bæði valdheimildir og fjármuni til þess að verja almenna borgara á Íslandi. En frekar af pólitíkinni. Ég stýrði fundi á vettvangi samtaka fyrirtæki sjávarútvegi í liðinni viku, þar sem að fulltrúar stjórnmálaflokkana komu og þar vorum við að ræða stöðuna á greininni og ekki síst veiðigjöldin sem að núverandi ríkisstjórn ætlar að tvöfalda. Ég spurði Guðmund Ara Sigurjónsson, sem er þingflokksformaður Samfylkingarinnar, út í það hvort að greining hefði verið unnin á því hvort að veiðigjöldin eða tvöföldun þeirra myndi í raun leiða til aukina tekna fyrir ríkissjóð. Einhverjir veltaði fyrir sér hvort að minni fjárfesting og minni slagkraftur, versnandi samkeppnishæfni greinarinnar valdi því að tekjurnar verði í raun minni. Tekjustofnar aðrir sem að ríkið stólar á af hálfu greinarinnar muni skreppa saman. Sjáu þið hvernig Guðmundur bregst við spurningunni og reyndar atvinnuvegaráðherra líka, Hanna Katrín Friðriksson. En ertu Guðmundur með greiningu það að tekjur ríkissjóðs muni aukast við það að tvöfalda veiðigjöldin? Tekjur ríkissjóðs muni aukast við að auka veiðigjöldin, já. Eru þið með greiningu það? Er ég með þær hér? Ha? Er ég með þær greiningar hér? Það er greiningar í ráðuneytinu. Það líka liggur svona í hlutarins eðli. Hefur sú greining verið unnin? Sú greining hafi verið unnin. Já, segir Hanna Kata á ráðuneyti. Liggur hún frammi í samráðsgáttinni? Greiningin á þessu? Já. Hún er ekki inn í samráðsgáttinni, nei. Þessi uppákoma í hörpunni í liðinni viku er auðvitað með hreinum ólíkindum. Greiningin sem að þau fullyrða sig til, hún finnst hvergi. Að minnst kosti fær Morgunblaðið ekki upplýsingar hana. Það berast engin svör. Ég velti fyrir mér, þó ég ætla ekki að fullyrða neitt það, hvort að stjórnmálamennirnir hafi hreinlega sagt ósatt þarna. Hvort að það hafi í raun og veru farið fram greining á þessu mikilvæga máli. Því að ef að í ljós kemur að tekjurnar muni ekki aukast við aðgerða þessu tagi, þá er betur heima setið en á stað haldið.
Það sneisafulur þáttur framundan hér á eftir. Ég ætla að fá 2 öfluga hagfræðinga til mín. Annar þeirra reyndar bæjarstjóri í Kópavogi og heitir Ásdís Kristjánsdóttir. Hinn heitir Erna Björg Sverrisdóttir og aðalhagfræðingur Arion banka. Það ætla að ræða þetta mikla gjörningaveður sem hefur á sér stað alþjóðlega á mörkuðum og út allt eftir að Donald Trump hóf tollastríð við nær öll ríki heimsins. Hann hefur síðan dregið í og úr og markaðarnir sveiflast eins og jójó í tengslu við það. Seðlabanki Íslands sem hélt aðalfund sinn í gær eða ársfund, þeir hafa ákveðið að grípa inn í á gjaldeyrismarkaði. Þeir ætla að reyna að veikja íslensku krónuna til að styrkja útflutningsatvinnuvegina, ferðaþjónustuna og sjávarútveginn sem að ríkisstjórnin að reyna að veikja þessa dagana. Og við vitum ekki alveg hvað Seðlabanki mun gera á komandi vikum. Hins vegar má velta fyrir sér hvort að það sé styttra en menn halda í það að Seðlabankin muni lækka vexti. Formlegur vaxta ákvörðunardagur ekki fyrir í maí, en einhverjir kunna að halda því fram að staðan á fjármálamarkaði og fjármálastöðuleiki kalla á það að vextir verði lækkaðir fyrir en ella. Það ljóst að fjármögnunarkjör bankana fara versnandi í því óvissu ástandi sem nú uppi og það kann að valda því að vaxtakjör til almennings og fyrirtækja muni versna samhliða því. Það eitthvað sem að Seðlabankinn vill alls ekki sjá gerast nú þegar hann í vaxtalækkunarferli. Og þegar kemur að fjármálastöðuleika þá vill Seðlabankinn vera frekar á undan bylgjunni en á eftir. Það skiptir minna máli þegar þú ert með peningamálastjórnina og að reyna að ná tökum á verðbólgunni, en þegar það kemur að fjármálastöðuleika og stöðunni í bankakerfinu þá vill hann grípa fljótt inn í. Þannig að spurningin munum við sjá jafnvel fyrir páska vaxtalækkun sem utan dagskrár. Það var þá í fyrsta sinns að það gerðist síðan í kórónuveiru faraldrinum hér á árunum 2020 og 2021. Sneisa fullur þáttur framundan og í lok þáttar ætla ég að ræða við 2 fulltrúa fyrirtækinsins Intuens segulómunar sem að segja farir sínar ekki sléttar í samskiptu við hið opinbera. Það allt hið ótrúlegasta mál. Fylgist þið með, en áður en því kemur þetta af samfélagsmiðlunum og pólitíkinni. Ok guys, það grínast hvað þetta var mikil stuð vika? Kortin sýndu 2 stafa hitatölur og skinnfærin í blússandi örvun. Væri náttúrulega bara farin að finna lyktina af sumrinu. Þannig það var einhvern veginn svona léttleiki allt líkjandi og stjórnmálafólki okkar alla jafna í sérlega góðum gír. Það var nú kannski komið tími til. Óþarfi að vera alltaf eins og harðfiskur í skapinu. Síðustu helgi steig okkar allra besta Halla Hrund aldeilis út fyrir þægindaramman þegar hún þrammaði tískupalla fyrir hringrásaverslunina LA ásamt öðrum áhrifakonum landsins. Þetta var hluti af landsöfnum á allra vörum átaksins og sjálfsögðu lét Halla Hrund ekki sitt eftir liggja og sko alveg til í að finna fyrirsætana í sér fyrir þennan góða málstað. Tekur sig ekkert eðlilega vel út í ljósbláu silki skyrtunni hennar Stínu frænku sem hún gaf í LA árið. Fregnir bárust að því að 1 af hverjum 4 þingmönnum voru í útlöndum í vikunni. Aldeilis flott á þessu fólki alltaf. En Diljá Mist var ein þeirra sem ferðist til Brussel og virtist hún vera í sérdeilis góðum félagsskap líkt og sjá má. Þarna hafa nú einhverjar uppákomunnar átt sér stað. En þið viti hvað ég segja. What happens in Brussel stays in Brussel. Og svo verð ég að segja það enn og aftur, margur knár þótt hann sé smár og þar Diljá Mist engin undantekning. Hún finnur út úr hlutunum. Hún var ekkert að fresta einhverju útvarpsviðtali hér heima þó svo að það skaraðist á við þátttöku hennar í Evrópuþinginu. Nei, elska mín góða. Hún fann bara einhverja Gústavsberg klósettdollu þarna í útlandinu og sat á tojaranum á meðan hún talaði tæpitungulaust í símafjarviðtali. Og mættu náttúrulega fleiri vera eins og Diljá Mist. Anna Katrín var svo sæt vinkona og kastaði afmæliskveðju á flokksbróður sinn, Simma Gumm, með þessari æðislegu mynd af þeim tveimur, blindblekuðum að öllum líkindum. Hver hefur ekki lent í því að góðir vinir, innan gæsalappa, góðir vinir, virtu ljótumyndir af mann á afmælisdaginn, var eitthvað svona til að upphefja sjálfan sig. Við sendum Sigmari bara samúðar og kærleiksknús. Herru, svo það annað. Gellur geta líka verið skáknördar. Og það sannaði Heiða Björg, borgarstjóri í vikunni, þegar hún skellti sér á skákmóti í Vín í Austurríki. Nei, ég meina Vín og Hverfisgötu. Lítill munur þar á. En henni greinilega margt í listalagt, en ég hafði nú reyndar smá áhyggjur á þessu vöfflufjalli sem að borið var að borð þennan ágæta dag fyrir skákmótsgesti. Áreiðanlega hafa fleiri en Diljá Mist þurft að læsa sinn á salerni til að tefla við páfann. Framsóknarsteppa var örlítið heitt í hamsi í vikunni, en þetta þarna huldumaðurinn sem engin veit hver í framsókn. En mér samt alveg sagt að hans góðu gaur sko, alltaf með gott jafnaðargeð. En hún bara ofbauð vinnubrögð ríkisstjórnarinnar og gekk út úr þingsal á samt allri stjórnarandstöðunni þegar Inga Sæland tók til máls og the rest is history.
Ég segi bara eins og hneyksluð húsmóðir, Guð minn almáttugur Jesús Kristur og allir hans englar. JP, orkumálaráðherra eða hvað hann ætlar að punga út 160 milljónum til þess að íslenskir garðyrkjubændur geti framleitt meira af íþróttanami. Hann kallar þetta orkusparnað fyrir samfélagið, en þetta pottþétt meira af svona þyngdarstjórnunar hugsjón. Við vitum náttúrulega alveg hvernig þessi maður hugsar, hann blekkir okkur ekki. Hvað eiga Snúlli Másson og Sólveig Anna sameiginlegt? Svarið margt, mjög margt. Í vikunni kom það upp á dúrnum að þau sameinist í gegnum hatur sinn á vókisma. Lífið, það bara hættir ekki að gefa. Vók ömurlegt. En Snúlli Másson náttúrulega alveg ótrúlegur, það verður ekki af honum tekið. Eina stundina veldur hann mega usla á Alþingi og hina stundina eru allir að míga í buxurnar yfir því hvað hann fyndinn og skemmtilegur. Í það minnsta lá allt Alþingi í kasti yfir uppistandans í ræðustóli í vikunni og það bara eitthvað svo auðvelt að þykja vænt hann. Hann er svo vænn drengur. Logi Einarsson brá sér í heimsókn í Landbúnaðarháskóla Íslands og hitti þar fyrir hann Guttorm, eða heiti ekki annars allar beljur því nafni. Tókst með þeim Loga og Guttormi einstakur vinskapur sem endaði með innilegum kveðjukossi. Hann algjör belju hvíslar hann Logi. Kristrún Frosta var ein af ófáum sem staddir voru í Brussel á dögunum. Þar ræddi hún óvissuna á alþjóðasviðinu við Ursulu von der Leyen. Vitið hver það Einmitt. Á þessari mynd má sjá gáfur og glæsileika í öðru veldi. Algjörlega iconic. Sverrir Bergmann í spakk og hafði í nógu að sýsla í vikunni en það óhætt að segja að hann sé hinn nýji stuðmaður á þingi. Megi Jakob Frímann bara fara að vara sig. Tónlist spilar stóra rullu í lífi Svessa og það sást greinilega á samfélagsmiðlunum í vikunni. Þegar hann var flautandi hið stórgóða heilalímandi þemalag klaufabárðana við kaffivélina og var bara ansi léttur á því. Vonandi hann samt ekki að senda eitthvað sæn með þessu lagavali. Ríkisstjórnin og klaufabárðarnir, einhver samnefnari þar. Við getum kannski bara aðeins pælt í þessu, en Svessi hélt allavega stuðinu áfram og gladdi sitt samfófólk með gjöf. Gjöf sem innihélt þennan forláta skemmtara sem hér sést. Hann náttúrulega bara gull af manni hann Svessi. Auðvitað eiga allir stjórnmálaflokkar eiga almennilegan skemmtara, en ekki hvað. Selfie-kóngurinn okkar Pavel Bartosek svaraði heldur betur kallinu og meira til. Hann blessaði okkur ekki með einni sjálfu í vikunni, heldur 2. Halló, halló, ding dong. Keep up the good work, kóngur. Sjalalala, smellum sjöllur fyrir sjala. Jón og Gunnu og hann alla. Woo! Kæru karlar, verndum húðina, hvort sem á fjöllum eða í byggð. Taramar. Herragarðurinn, klæðir þig vel. Komið sæl að nýju. Hingað eru komnir 2 hagfræðingar úr ólíkum áttum þó. Erna Björg Sverrisdóttir sem aðalhagfræðingur Arion banka og Ásdís Kristjánsdóttir sem bæjarstjóri í Kópavogi. Við ætlum að fara hérna yfir fréttir vikuna með þeim. Velkomna báðar tvær. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég verð að byrja á þér Ásdís. Það að detti núna ársreikningar sveitarfélagana hver á fætur öðrum og ástandið misjafnt eftir sveitarfélagum sannarlega. Maður rýnir helst í stóru sveitarfélögin. Þið eru að skila milljandi hagnaði, þið eru bara svo bankarnir. Já, ég get ekki annað sagt en ég mjög stolt af þessum ársreikningi. Þetta ein besta afkoma sem við höfum sýnt bara síðustu 17 ár. Við erum að skila þarna 4,5 milljarða króna afgangi. Það sannanlega við erum í úthlutunum í nýju hverfi afurðabyggðum Kópavogs og það auðvitað eignasala þarna inni en það breytir þó ekki því að ef þú leiðréttir fyrir eignasölunni að þá afgangur þarna upp á rétt rúmlega 1,4 milljarða. Og veltufé frá rekstri sterkt hjá okkur og það auðvitað upp á 4,6 milljarða og það það sem að reksturinn að skila til að fjárfesta og greiða niður skuldir. Við erum að sjá skuldaviðmið okkar að lækka, fer þarna niður í 77% sem langt undir lögbundnu skuldahlutfalli. Sem hvert lögbundna hámarki? Það rúmlega 100%, 105%. Já. Þannig að við getum auðvitað bara vel við unna. Þetta bara mjög heilbrigður rekstur og endurspeglar svolítið okkar áherslur hér í Kópavogi. Við höfum sagt að allt þetta kjörtímabil, við stöndum vörðum reksturinn. Við erum með ábyrga fjármálastjórn og svo höfum við verið að hagræða á hverju einasta ári. Og það að skila sér í bara mjög góðum rekstri núna og að sama skapi höfum við líka verið að skila þessum ábata til heimila í Kópavogi
vegna þess að við höfum verið að lækka skatta á hverju einasta ári og ætlum okkur svo sannlega að gera það áfram út kjörtímabilið. Það fyrst og fremst gert í gegnum fasteignagjöldin? Já, við höfum verið að lækka fasteignaskatta á hverju ári og jafnvel umfram það sem við erum að sjá, það er að segja að fasteignaverð hefur auðvitað verið að hækka, en að meðaltali hafa raun fasteignagjöld heimila í Kópavogi lækkað það sem af þessu kjörtímabili. Ég sá að Ásthildur Sturludóttir, kollegiðin Norður Akureyrar og hennar fólk, þau voru að skila líka hörku uppgjöri og þá spyr maður sig hvernig stendur á því að þessi stóru sveitafélög sem eru komið 20.000 íbúa geta skila afkoma þessu tagi en svo horfum við upp á Reykjavíkurborg þar sem að hlutirnir líta ekki eins vel út. Eru þið að fá einhvers konar afslátt í ykkar starfsemi sem gerir ykkur þetta betur kleift en borginni? Nei, guð minn almáttur, síður en svo. Þetta bara, það ólík fjármálastjórn og sveitafélög eru misvel rekin. Ég hef séð það hvernig Reykjavíkurborg hefur verið að stýra svona, fjármála stefna Reykjavíkurborgar hefur kannski ekki verið á þá leið að stuðla auknu aðhaldi. Það hefur frekar verið svolítið svona að auka útgjöld og hækka skatta á borgarbúa. Það í raun bara staðreynd. Það búið að vera að brúa hallarekstur borgarinnar með hærri sköttum á borgarbúa og með arðgreiðslum úr Orkuveitu Reykjavíkur og svo virðismatshækkanir úr félagsbústöðunum. Þannig að það gengur auðvitað ekki endalaust og þetta skiptir svo miklu máli að það ríki ægi í fjármálum sveitafélaga vegna þess að við erum að sinna mjög mikilvægri þjónustu, bara grunnþjónustu í samfélaginu okkar og við stöndum ekki vörð góðan rekstur, þá getum við ekki veitt góða þjónustu. Og við sjáum það bara, og ég verð bara að segja eins og það himinn og haf milli Reykjavíkur og Kópavogsbæjar, horfum á leikskólamálin. Við erum ekki að heyra gagnrýni þessi efnis að við séum að biðja foreldrum að sækja börnin sín fyrir sökum veikinda eða manneklu eða við erum ekki að loka heilu og hálfu dagana. Við erum að veita þá þjónustin sem foreldrin eru að treysta á. Það allt önnur staða í Reykjavík. En þið gerðu breytingar á kerfinu, það hefur nú líka mætt gagnrýni og andstöðu meðal foreldra inn á milli, hefur maður heyrt? Já, það rétt. Við boðuðum róttækar breytingar á leikskólaumhverfinu með Kópavogsmódelinu okkar. Við sættum gagnrýni, ekki bara frá foreldrum, ég var nú bara sökuð með að vera andfeministi að Kvenréttindafélagi Íslands. Mér voru alltaf grunað það sko. Já, en þegar þú horfir á leikskólakerfið okkar, guð minn almáttur, þetta grunnstoð jafnréttis og það sem við vorum auðvitað að gera var að standa vörð þetta mikilvæga kerfi. Það var að molna undan því og ég verð bara að segja eins og ég get ekki séð betur en að það að molna undan kerfinu í Reykjavík. Þannig að við vorum auðvitað bara að standa vörð þetta mikilvæga kerfi. En núna þegar við erum að sjá þann árangur sem að Kópavogsmódelið að skila, 0 lokunadagar, við höfum aldrei þurft að loka deild sögum manneklu eða veikinda. Við erum næstu því með alla leikskóla okkar fullmannaða. Við erum að þess vegna að fleiri börn að fá leikskólaplás og síðast en ekki síst þá erum við að veita góða þjónustu, mun betri þjónustu gagnvart börnunum okkar sem og líka foreldrum. Og það var auðvitað bara markmið okkar og börnunum líður betur í þessu umhverfi og starfsfólkunni einnig. Erna, þú Reykvíkingur eða ekki? Jú, ég horfi bara löngunaraugum yfir lækinn. Þú með lítil börn líka? Ég með lítil börn, já, 1-2 ára, hann hjá dagmömmu sem stendur og 1-2 ára sem leikskóla, þannig að ég kannast vel við þetta, þurfa að sækja vegna manneklu, þurfa að sækja fyrr. Af hverju ekki flutt í Kópavog? Ég bara að býja eftir rétt á húsnæðinu, bara horfið þarna yfir. Ertu velkomin. Ég eftir tækifærinu, takk. Vaktar fasteigna við mbl.is daglega? Já, daglega. Það ekki eins og nýgjur. Nei. Mér langar aðeins til að taka umræðuna sveitafélögin út frá kennarasamningunum. Það voru gerðir samningar sem reyndust mjög dýrir fyrir sveitafélögin og ríkið líka. Við fengum strax fréttir af því að þetta mjög kostnaðarsamt fyrir sveitafélögin mörg hver, talið í 100 milljóna hjá stóru sveitafélögunum. Þú beist ekki boðan og boðaðir harkalega niðurskurð, þú kallar það hagræðingu. Það munur á niðurskurð og hagræðingu. Já, ok. Skal fara við það. En þið ráðist í hagræðingu upp á, það ekki tapar 700 milljónir, ef man rétt? Jú, það alveg rétt og ég vil samt byrja að segja það að með þessa kjarasamninga kennara, það voru allir sveitastjórar sem samþyktu þessa kjarasamninga og þetta gríðarlega mikilvægur áfangi sem við erum að sjá núna að fara inn í þessa virðismatsleið, ég ætla nú ekki að fara eitthvað að útskýra það, þannig að við vissum alveg að þetta myndi hafa kostnað í för með sér. En auðvitað við bara að bregðast til stöðunni, það kennaraskortur í landinu. Og við verðum að gera eitthvað til að það sé eftirsóknarvert að vera kennari á Íslandi. Og þetta að mínum að þetta skref í rétta átt.
En við þurfum hins vegar að fara í frekari breytingar og umbætur á kerfinu öllu og þar verð ég að segja, áður en ég fer inn í hagræðingar mínar, stjórnvöld bera mikla ábyrgð þarna. Þau hafa verið að brjóta lög á undanförnum árum, skólalög, vegna þess að þeim ber lögum samkvæmt að tryggja á hverju einasta ári framkvæmt samræmt námsmat. Það hefur ekki verið gert. Og það að mínum að þetta líka leiða til þess að umræðan grunnskólan okkar og hvernig kerfið hefur beðið hnekki eða þar að segja hvernig umtalið Þannig við verðum auðvitað líka að fylgja þessum kjarasamningum eftir og fara í þær nauðsynlegu umbætur sem við þurfum á sama tíma að gera gagnvart grunnskólakerfinu í heild. En varðandi hagræðingarnar þá þetta nefnilega ekki niðurskurður. Niðurskurður þá erum við að skera niður þjónustu gagnvart íbúum, gagnvart börnum, heimilum og fyrirtækjum í samfélaginu. Þetta loka annar í sundlaugin og rauðundum, það niðurskurður? Nei, við erum nefnilega ekki að loka, við ætlum bara að hafa aðra sundlaugin að opna. Þannig að ég myndi ekki segja að það væri niðurskurður. Sundlaugin verða opnar en það verður bara önnur sundlaugin opin en ekki þær báðar. Það minni þjónusta. Já, en það himin og haf þar á milli. Og við verðum auðvitað að horfa á þetta eru 700 milljóna króna hagræðing. Og þetta fyrst og fremst hagræðing sem snýr að skipulagsbreytingum sem Kópavogsbær hefur þegar samþykkt og að skila rúmlega 100 milljónum, því miður ekki milljarða, í hagræðingu. Nú svo snýr þetta líka að launafrystingu og launalækkun kjörun og fulltrúa og lykilstjórnenda hjá Kópavogsbæ. Þetta eru megin breytingarna sem við erum að boða með þessum hagræðingum. Jú, við erum að draga úr aðkeyptri þjónustu og við sjáum fram og við getum hagrætt í rekstri stofnana, en heilt yfir þetta hagræðingar sem eiga ekki að koma niður á þjónustu gagnvart bæjarbúi. En þá stóra spurningin í mínum huga, sem reyndar ekki bæjarbúi Kópavogi næsta bæ, af hverju var ekki búið að ráðast í þessar aðgerðir fyrr? Er þetta til marks að það sé alveg gríðarleg fita í rekstri sveitarfélaga? Já, þetta alveg góð spurning. Ég meina, ég steig fram og sagði strax, hér ég að sjá að kostnaðurinn að aukast umfram áætlanir. Og það ekkert annað en ábyrg fjármálastjórn að bregðast við því. Ég og mitt starfsfólk fórum í það að rýna reksturinn, rýna bara þvert á svið, hvar liggja tækifæri, hvar getum við hagrætt til að mæta þessum kostnaði. Nú þetta niðurstaðan, að einhverju leyti voru þarna tækifæri sem við hefðum átt kannski vera búin að sjá áður, en svo erum við þetta að taka á okkur launalækkanir. Bæði lykilstjórnendur og kjörnu fulltrúar. En það til fyrirmyndar? Á þetta fólk ekki vera á góðum launum eins og kennararnir? Jú, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu, en við þurfum samt að mæta þessum kostnaði og okkur fannst þetta vera skynsumleið að mæta þessum kostnaði með þessum hætti. Ég var reiðubúin að taka á mig launalækkun sem bæjarfulltrúi, sem kjörinn fulltrúi, en jafnframt að frysta laun mín fram til júlí 2026 ásamt mínum lykilstjórnendum. Og þetta bara ákvörðun sem við tökum og ég stend við það og ég þarna axla ábyrgð á þessum viðbótar kostnaði sem tilkomin vegna kjarasamninga. Standið og fallið með því. Að sjálfsögðu. Förum aðeins, zoomum aðeins út núna. Erna, ég fæ þig nú ekki síst í setið til okkar út af þessu gjörningaveðri á alþjóðamörkuðum. Donald Trump virðist vera með heiminn allan einhvern veginn í höndum sér og að móta heimshagkerfið eins og leir, en það liggur ekki alveg fyrir í hvað átt hann ætla með þetta. Hvernig fyrir þeir sem greinanda horfa upp á þetta frá degi til dags? Já, maður nú bara eins og útspýtt hundskinn eftir þessa viku því að sviptingarnar eru svo óbúslega mikla. Sáum til dæmis að reyna að leggja eitthvað mat á stöðuna, að Goldman Sachs bara sem dæmi á miðvikudag þá sögðu þeir við ætlum að breyta grunnspán okkar, það eru 65% líkur að Bandaríkjamenn fari í efnahagssamdrátt. Svo skiptir Trump skoðun og þau þurfa að birta nýja spá 90 mínútum seinna. Nei, við erum hætt við. Grunnspán okkar að það verði ekki samdráttur, það verði bara minni hagvöxtur. Þannig að þetta maður eiginlega bara situr og horfir á þetta aktofa. Já, og ég meina kauphöllin hér heima, eins og aðra kauphallir, sviptingarnar á félögum jafnvel upp í 15% frá degi til dags. Já, upp og niður, við erum búin að sjá allan skalan einhvern veginn þessari viku. Þetta bara óbúslegt að fylgjast með svo. Manni finnst svolítið sérstakt að svo kemur Trump og hann fer þarna inn á sinn samfélagsmiðil og segir hvað ósvífni annara í garð hagkerfa heimsins og vísar þá þetta til Kína. Þegar hann sjálfur eins og segir, hann bara búin að setja allt heimshagkerfið í uppnám á síðustu dögum. Þú ert starfandi í Arion banka. Ég hef heyrt að það sé mikið veðköll á menn sem hafa verið með gíraðar stöður og annað. Þú máttu þetta ekki tjá þig kannski það sem nákvæmlega að gerast. En það hlýtur að vera þetta sérstök stemning í mötuneytinu bara innan svona stofnana þegar svona eru menn ekki bara, já eins og þú segir, eins og útspýtt hundskinn
með bindið út á hlið. Já, þetta er svolítið búið að vera erfið og svona þung stemming í Borgartúninu núna þessa vikuna og auðvitað þetta fyrir þá sem eru að sérstaklega bara á mörkum eða að stýra fjármagni þá þetta óbúslega sveiflur til að horfa upp á. Þær hafa einhver leyti verið ýktar eins og segir, það hafa í einhverju tilfellum auðvitað verið veðköll og það eru 3 félög á markaði sem hafa verið svolítið svona dóminerandi, þá erum við að tala Alvotech, Oculus, Amarok. Þessi vaxtarfélög sem einhver leyti auðvitað treysta dálítið mikið á Bandaríkjamarkað og sína forsendur rætast. Þetta eru félög sem eru svona, þau eru búin að vera einmitt eins og segir, vaxtarfélög ekki orðin þessi stöndu rekstrafélög og þetta er búin að vera dálítið áhugavert að fylgjast með þróunni núna að því einhver leyti hafa, ef við horfum til dæmis bara íslenskan markað, að allan fyrri hluta vikunar þá töldum við þetta við stæðum hlutfallslega betur, hafandi fengið á okkur 10% toll, samborið við Evrópusambandi 20% og Noregi 15%. Þannig að við töldum okkur standa svona hlutfallslega betur en samt sáum við að eins og til dæmis bara innlendur ekstrafélögin þú voru að lækka óbúslega mikið í kannski hreyfingum sem átti ekkert endilega rétt á sér að vera svona óbúslega miklar. Fasteignafélögin á Íslandi munu halda áfram að innheimta leigutekjur af steinsteypunni. Það maður sé ekki beint innestæða fyrir þessum sviptingum í slíkum fyrir? Nei, og bara þau fyrirtæki sérstaklega sem sinna þá innlendu markaði því að það var enginn að teikna upp að auðvitað hefur þetta neikvæð áhrif á okkur en það var enginn að teikna upp eitthvað skipbrot hérna í íslensku hagkerfi þannig að þau fyrirtæki sem þjónusta fyrst og fremst innlenda markanum og þá voru þetta kannski svolítið öfgafull viðbrögð sem við sáum þar en geta þá eins og segir bara tengst því að það eru peningar sem þurfa að færast á milli og þá þarf eitthvað starf að selja til að geta greitt niður annars þar. Ásdís, þú varst nú á fjármálamarkaði áður en þú fórst í pólitíkina og þetta var Samtök atvinnulífsins. Ekki rosalega gott að halla sér aftur í bæjarstjórastólinn og horfa á þetta allt gangi yfir? Jú, á sama tíma og við erum að skila ársreikningi Kópavogsbæjar. Jú, ég verð að segja það. Ég öfunda ekki Erni og ég var meina að við Erna unnum saman. Þegar ég var forstöðumaður greiningadeilda Arion banka. Og ég réð hann inn sem sumarstarfsmaður. Þetta meina þetta? Já. Ásamt Kristrúnu Frostadóttur. Já. Ég þau bara mikið að þakka. Mikil ábyrgð þín. Já, en jú, ég verð að segja það. Þetta auðvitað bara allt annar heimur sem ég í, en auðvitað fylgist því samt sem áður með og allar þessar sveiflur endurspegla auðvitað bara þessa gríðarlegu óvissu sem eiga sér stað. Bara í heiminum öllum. En það sem auðvitað maður horfir til hvað áhrif þetta muni þetta hafa á Ísland. Og því ekki að leyna að eins og Erna að segja að það verið að spá annars vegar efnahagssamdrætti í Bandaríkjunum og svo ekki og þetta svona mikla sveiflur og engin veit neitt og guð minn almáttur ég ætla ekki að fara að spá fyrir hvað verður. Hér forseti Bandaríkjanna auðvitað með mikilmennsku brjálaði og og hann þetta svona mjög áhugavert hvað Gylfi Zoëga sagði í Morgunblaðinu í vikunni. Þetta áhugaverð efnahagsleg tilraun. Af því að gleymum því ekki það sem hann að gera. Hann auðvitað bara standa vörð sitt hagkerfi. Bandaríkjamenn hafa eitt efni fram. Þeir eru búin að vera með viðvarandi viðskiptahalla og auðvitað halla og ríkisfjármálunum. Gríðarleg skuldasöfnun. Gríðarleg skuldasöfnun og nú komið á skuldadögum. Dollarinn að veikjast og verðbólguvæntingar eru að lækka og sama tíma langtímavextir eru að hækka og það auðvitað vísbending þá að það ótti þarna að það sé samdráttur framundan í Bandaríkjunum. Þetta mun auðvitað hafa áhrif á íslenskt hagkerfi. Þetta hefur áhrif á ferðaþjónustuna vegna þess að Bandaríkjamenn eru langsamlega stærstu kúnnar okkar í ferðaþjónustunni. Og það það sem við þurfum auðvitað bara að horfa til. Þetta mun hafa afleiðingar hér. Þetta mun leiða til þess að útflutningstekjur okkar munu lækka og þar á leiðandi líka verðmætasköpunin og bara tekjur almennt í þjóðarbúinu. Raunveruleg hætta eins og menn hafa verið að á því að þetta leið til heimskreppu? Kannski full djúpt í árun að tekja að segja heimskreppu en þau hagkerfi sem þetta mæðir kannski mest á. Ég ekki viss að við fáum nokkuð tímann opinbera tölur frá Kína sem myndir sýna fram á samdrátt þar á bæ. En eins og fyrir Bandaríkin, einhver leyti fyrir evrusvæði líka sem að náttúrulega Trump hefur verið svolítið að tala að hafi farið illa með Bandaríkin. Að það væri alveg möguleiki ef að þessu verið haldið til streitu. Nú þetta búið að gefa hana 90 daga frest. Það samt skaðin að einhver leyti skeður, bara þessi óvissa, þú ert ekki að fara að ráðast í stóra fjárfestingar. Neytendur og heimilin eru kannski ekki að fara að kaupa nýjan bíl eða kaupa nýja fasteign eða fara til útlanda og ferðast til Íslands þá mögulega. Þannig að þetta hefur áhrif á allar ákvarðanir þó að þessi búið að fresta 90 daga. Þá má heldur ekki gleyma, Bandaríkin hækkuðu tolla á Kína upp í 125%. Ég held reyndar að virki tollurinn áður sé ennþá hærri hann í kringum 135%.
Þannig að þá sá tollur sem Bandaríkjamenn að innheimta meðaltali held í kringum 23% núna. Þetta bara hæsta tollaprósenta sem við séð í meir en öld. Þetta vegur mjög þungt þetta gagnvart Kína sem þetta mikla vaxandi viðskiptaveldi. Algjörlega. Og halda þessum tollum til streitu. Já. Maður veldi fyrir sér, ekki það maður hafi nokkuð vit á því, snýst þetta í lok dags átök milli stórveldana tveggja, Kína og Bandaríkjanna? Er Trump, eins og hann reyndar hefur beinlega sagt bara, að reyna að veikja kínverska hagkerfið? Ég hugsa að það sé, þetta snýst bara efnahagslegan styrk og hver þá stórveldið í alþjóðaviðskiptum og hefur þá völdin sem því fylgir. Og það hefur auðvitað verið, og mér finnst þetta einhver leyti svona gamaldags hugsun sem að eins og Trump hefur komið með, þetta á að venda iðnað í Bandaríkjunum, ég held að 8% af starfsfólki inn á Bandaríkjunum starfi í iðnaði núna. Og það að færa framleiðsluna heim, þetta ekki að auka eitthvað mikið eða fjölga mikið af störfum í Bandaríkjunum. Þá líka spurning, þetta endilega störfin sem þú vilt hafa? Því að það bara sýnir sig að svona störfum fækkar eftir því sem að velmegun eykst í þjóðfélaginu. Það hefur farið myndband sem eldurinn sinn að feitum döpurum Bandaríkjamönnum sitjandi við saumavélar undir kínverskri músík. Er þetta það sem að Trump vill kalla yfir okkur? Það að segja að fá þessi störf sem hafa farið til Kambódíu og Kína. Það nú ekki björt framtíð fyrir Bandaríki. Nei. En ég verð samt, bara þessu tengdu, þá verðum við nú að hrósa Seðlabankanum. Vegna þess að Seðlabankinn tilkynnti í vikunni að hann ætlaði að efla gjaldeyrisvaraforða sinn og sporna gegn frekari styrkingu krónunar. Og þetta skiptir útflutningsfyrirtækin okkar alveg gríðarlega miklu máli. Engum núna þegar ríkisstjórnin beinlínis bara sparka í útflutningsgreinarnar. Við vorum að lesa í Morgunblaðinu í morgun mátsel skattahækkana fyrir ferðaþjónustuna. Þannig að ég vil bara líka, við verðum líka að hrósa þeim sem að gera vel og mér fannst þetta skynsamlegt að Seðlabankanum. En það ekki alvarlegt mál þegar að Seðlabankinn þarf að fara að grípa inn í og handstýra genginu með inngripum? Hann hefur ekki þurft að gera það síðan bara í kórnuverufaraldrinum sem var þetta bara alheims ástand. Nei, en við verðum að vera með öflugan gjaldeyrisvaraforða líka. Þú veist, og við eigum þegar Seðlabankinn að meta það sem svo að þessi styrking það þurfa að sporna gegninni og gera það þá með þessum hætti. Við sáum það nú í hruninu hvaða afleiðingar það hafði að vera ekki með neitt gjaldeyrisvaraforða í fjármálahruninu góða. Þannig að þetta skiptir auðvitað verulega miklu máli og þetta og einkum að sérilega í gagnvart ferðaþjónustunni sem auðvitað bara eins og ég segi að sæta ákveðnum árásum frá ríkisstjórninni. Við erum með frétt hér á síðu 4 þetta hlaðborðsskattahækkana sem ég ræddi hér í inngangi, en hér eru fréttir hruni komu breskra ferðamanna til Íslands. Það eru vísbendingar eða fullyrt að ferðamönnum til landsins hafi fækkað 9% á milli ára á fyrstu 3 mánuðum ársins. Á sama tíma ríkisstjórnin að veikja aðra grunnstoð í sjávarútvegi með því að stórauka gjaldtökuna. Er þetta rétta tímasetningin til að standa í svona lögu? Þetta náttúrulega, maður verður aðeins að staldra við þessa tímasetningu sem á núna að fara í einhverjar gjaldskrárhækkanir á útflutningsgreinarnar hjá okkur, miðað við bara stöðuna í kerfinu og bara á alþjóðavísu. Ég reyndar, mér langar kannski aðeins að stoppa við þessa tölur af því að þetta svolítið svona undarlega tölur sem koma bæðir og að fara að sjá samdrátt í komu ferðamanna, samkvæmt opinberum tölum. Ég leyfi mér að draga þessar tölur einhver leyti í efa. Ég held að samdráttin hafi ekki verið alveg jafn mikill, einfaldlega því að við vitum hversu margir koma flugvöllin, en við vitum ekki skiptinguna í Íslendinga og erlenda ferðamenn. Þetta byggt á úrtakskönnun. Þið hafa kannski tekið eftir því þegar maður fer í gegnum Keflavíkurflugvöll og ekki lengur að sýna vegabréfið hvað nú það enginn sem telur það. Þannig að til að fá þjóðerni þá þetta byggt á úrtakskönnun og það náttúrulega háð alls konar skekkjum. En við erum með farþegarlista, við erum á 21. öldinni, það eru áratugir síðan við sendum fólk út í geim. Akkur ekki hægt að vera með nákvæmar tölur yfir þetta? Það bara mjög góð spurning. Þetta eiginlega hálf hlægilegt. Við erum eyja, við eigum ekki að tala nákvæmlega hverjir koma. Hver hagvöxtur var. Nei, við vitum ekki hver hagvöxtur var, við eigum kannski eftir að vita 2028 þegar lokatölur koma. En samt svona, ég erfnaði miklu betri í þessu heldur en ég varðandi svona töluna sem slíkar, en það breytir þó ekki því, er þetta rétti tímapunkturinn? Þetta eru bara skattahækkanir. Þetta eru ekki gjaldskrárhækkanir, að hækka veiðugjöld, þetta er auðlindaskattur. Ríkisstjórnin kallar þetta leiðréttingu, en þetta er auðvitað ekki leiðrétting. Þetta er 10 milljarðar skattahækkun á sjávarútveg. Og tölum bara hlutin eins og eru. Og það með ólíkindum hvernig ríkisstjórnin að setja skattahækkanar í einhvern búning eins og þetta sé ekki skattahækkun. Sama með að þessi skattahækkanir gagnvart heimilunum. Hvað samsköttun, afnema það. Nei, þetta þá ekki skattahækkun samkvæmt
ríkisstjórninni vegna þess að þetta á bara við einstaklingar sem við tekjur yfir 1,3 milljónir. Af því að það að þeirra mati ekki þá partur af almenningi. Já, Daði Már Kristófersson búinn að upplýsa okkur það að fólk með 1,3 milljónar mánuði tilheyrir ekki almenningi á Íslandi. Já, en þetta þetta heiminin láti ekki plata sig svona. Við sjáum það bara þetta frumvarp á að skila 2,5 milljörðum. Veiðugjöldin 10 milljörðum. Ég veit ekki hvað þessi matseðill á að skila. Þetta þetta allt skattahækkanir. Og til viðbótar við þetta þá líka þetta verið að hóta sveitarfélögum ef að í þessu jöfnunarsjóðs frumvarpi ríkisstjórnarinnar, já, skilaboðin þau, þið sveitarfélög sem eru vel rekin og ekki með útsvarið í botni, þið munu ekki fá eins mikið framlög úr jöfnunarsjóði sem sveitarfélög borg inn í. Kópavogsbær að borga 1,5 milljarð meira inn í jöfnunarsjóð heldur að fá útrónum. Og þá að auka enn á misgengið þar. Já, þá refs okkur að því við erum ekki útsvarið í botni. Þetta auðvitað bara með ólíkindum. Hvernig ríkisstjórnin... Það á að svinga meiri gjaldtöku yfir almenning. Skattahækkanir. Þetta skattahækkanir. Já, þetta skattahækkanir. Já. Það verið að þvinga okkur í að fara með útsvarið í botn. Annars, og þetta bara hótun, fáið þið minn úr jöfnunarsjóði. Þetta hóta mér. Þetta hótun, Stefán. Ég borgar sér betur ekki útsvar til því. Þetta til Almars Guðmundssonar. Heyrðu, en varðandi stöðun á Íslandi, þú veist, við erum auðvitað í góðri stöðu mörgu leyti, við búum við mikið lífsgæði og hér eru öflugar atvinnugreinar, hér er atvinnuleysi lítið. Hvernig eru horfurnar fyrir árið? Hvað erum við að sjá framöndan? Erum við að fara að fá vaxtalækkanir þannig að fólk beri meir úr bítum eftir að hafa greitt sér húsnæði og annað í þeim dúr? Já, ég myndi nú hugsa að Seðlabankinn haldi áfram í þessari vegferð að lækka vextina. Það náttúrulega spurning áhrifin af þessu tollastríði og hvaða áhrif það mun hafa á íslenskt hagkerfi og verðbólgu. Það bara mjög óljóst. Þetta getur aukið verðbólgu, þetta getur dregið úr verðbólgu. Ég veit að nú þetta svona óþolandi hagfræðingur með 2 hendur En það útlit fyrir eins og við erum að gera ráð fyrir þó að ég sé að segja að það sé mögulega eitthvað skekkja í tölunum eins og ég komið ferðamanna þá erum við að gera ráð fyrir að ferðamannum muni fækka sækja landi heim. Það verður ágjöf á tekjur greinarna, þetta verður, hún svolítið með vindin í fangi. Sömuleiðis varðandi sjávarútveginn. Það er loðnubrestur. Það er loðnubrestur. Við erum ekki að gera ráð fyrir mikilli aukningu til dæmis í útflutningi sjávarafurða. Og svo þessu villandi, þessu umræðu sjávarútveginn, nú kemur náttúrulega bankanum og það er mikið verið alltaf að ræða hagnaðinn þar og hagnaðinn í sjávarútvegi. Og setur þetta til dæmis bara í samhengi við bæði náttúrulega hvað efnahagsreikningurinn sem stendur hann að baki og líka hvað til dæmis kostar að kaupa bara nýjan togara eða uppsjáva frystiskip. Þetta óbúslegar fjárhæðir sem eru þarna undir líka og við viljum þetta halda áfram að fjárfesta í þessum greinum því að fjárfestinga bara undirstaða því að við bætum lífskjör í framtíðinni. Þannig að þetta mjög að taka þetta tímabil og ætla að fara að auka álögur, auka skattindi. Þetta einfaldlega það eins og þú segir. En byrju, orkumálin enn í ólest, það er ekki að sjá að þingið síðan á afgreiðan eina breytinga þar í gegn fyrir eitthvað öðrum málum. Ég segi það bara, eru horfurnar nokkuð bjartar? Eru þetta ekki bara alltaf lendi í eitthvað svona klessu hérna? Já, ég ætla nú ekki að vera alveg svo neikvæð hérna, en það sem við búum svolítið vel af og aftur hérna má eitthvað leiti hrósa Seðlabankanum líka, það auðvitað búið að vera Það er búið að vera svolítið þétt taumhald, það vaxtastig hefur verið hátt, það er búið að herða að til dæmis lánþegum í ýmiss konar lánþega skilyrðum. Þannig að þó útflutningshorfurnar okkar sé að versna og við erum nú að gera ráð fyrir að bara utanríkisverslun og hún muni draga hagvöxt niður í ár, þá standa heimilin svo ofboðslega sterkt. Og við sjáum það bæði bara í vanskilahlutfalli, sjáum það í innlánum, við sjáum það í tekjum heimilina að þau hafa haft borð fyrir báru. Og þau eru nokkuð vel í svona stakkbúin til þess að takast á við áföll ef að það reynir á. Þannig að við erum svona ennþá að horfa til þess að verði hagvöxtur á Íslandi í ár, en vissulega minni heldur en við erum kannski vön að sjá svona alla jafna. Já. Þetta eru forvitnilegir tímar sem við lifum með appisúnugula kallinn í Hvíta húsinu og annan slíkan í Kína reyndar. Þið eru bjartsýnar fyrir hönd Kópavogs, segir ég? Já, ég get ekki annað verið. Það gengur vel hjá okkur. Já. Hvað haldið þið að voruð og sumarið beri skautið sér? Verða frekari óvæntir atburðir sem að munu skeggja okkur? Það er kannski ósanngjarnt að spyrja svona opinna spurninga. Eins og þú segir, kristallskúlan bara svolítið svona appelsínugulur keimur yfirni. Það er bara... Jarðhræringar? Jarðhræringar, einmitt. Það er jarðhræringar. Það er bara, við vitum náttúrulega ekkert hvað Bandaríkjafórsti ákveður að gera. Við vitum ekkert hvernig önnur ríki ætla að bregðast við. Þú veist, hvað verður til dæmis
hvað ætlar Evrópusambandið að gera, verður eitthvað samkomulag, hvernig fer Ísland út úr þeim samræðum. Já. Þannig að það er Þú ert ekki í öfundsverði stöðu að vera í greiningadeild og að spá fyrir framtíðina þó að sé bara næstu mánuði. En eitt í því sambandi náttúrulega yfirlýsingar Kristrúnar Frostadóttur ríkisstjórnarinnar það að við vonumst til þess að lenda ekki í refsitollum Evrópusambandsins. Hvað að gerast þegar við innan Evrópska efnahagsvæðisins, við sem höfum ekkert af okkur gert og ekki lagt neina tolla á nokkurn mann, af hverju eigum við að sitja undir svona hótunum frá þessu sambandi á meginlandi Evrópu? Það er bara alveg galið. Er það ekki? Jú. En þá skiptir bara öllu máli á tímum sem þessum að ríkisstjórnin auðvitað bara standi vörð okkar hagsmuni og tali fyrir okkar hagsmunum. Og það? Gerir hún það? Já, það ætla ég rétt að vona. Ég sit ekki í ríkisstjórninni og þau forsætisráðherra eða ráðherra vera að svara fyrir það og ég vænti þess að þú fái þau setti til þinn til að ræða þetta. Þau eru alltaf velkomin hingað. En þetta eru auðvitað áhugaverðir tímar og það gríðaleg óvissa framundan. Mér finnst svona merki þess efnis að við þurfum auðvitað að vera á varðbergi. Útflutningsgreinarnar okkar eru alveg gríðarlega mikilvæg fyrir svona lítið opið hagkerfi og við verðum að standa vörð þessa mikilvægar atvinnugreinar okkar sem eru bara grunnstoðin að því að byggja verðmætasköpun á Íslandi og mér finnst ekki tímabært og mér finnst reyndar aldrei tímabært að hækka skatta en hvað þá á tímum sem þessum að vera svona sparka í sjávarútvegsfyrirtækin sem og ferðaþjónustuna í landinu þegar við sjáum alveg hver staðan er. Þú ert með fóbíu fyrir sköttum. Skattahækkunum. Já, einhverja þar skattana. Takk ykkur kærlega fyrir komin að greina stöðuna með mér hér, Erna Björg Sverrisdóttir og Ásdís Kristjánsdóttir. Ég óska ykkur gleðilega páska, þeir eru að handa við honnið. Takk sömuleiðis. En við erum ekki alveg hætt hér á þessum vettvangi því að eftir örskamastund ætla að setjast hér hjá mér forsvarsmenn fyrirtækisins Intuens sem er ótrúlegt fyrirtæki á heilbrigðissviði sem að segir farið sínar ekki sléttar við yfirvöld, landlæknisembætti og sjúkratryggingar og ætlum að fara yfir þá sögu alla hér í nokkuð löngu máli. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. A temple, your body is a castle, so work it. I said just work it. Your body is a temple, your body is a castle, so work it. I said just work it. Stay comfy. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio, einfaldari útgjöld. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæla nýju. Hingað eru þau komin Steinunn Erla Thorlacius, geislafræðingur og framkvæmdastjóri fyrirtækisins Intuens segulómunar og Guðbjartur Ólafsson sem er heimilislæknir sem starfar hjá þessu ágæta fyrirtæki. Við ætlum að ræða aðeins tilurð fyrirtækisins, sögu þess og síðan hvað það hefur verið að gangi í gegnum í samskiptum sínum við stjórnvöld. Þetta er fyrirtæki á heilbrigðissviði eins og gefur að skilja og veitir mikilvæga þjónustu sem getur verið lífbjargandi í ákveðnum tilvikum. Komið sæl og blessuð. Blessaður. Sæl og blessaður. Ég ætlum bara að byrja því að fá þig Steinar til að útskýra fyrir okkur tilurð fyrirtækisins. Hvernig verður svona fyrirtæki á heilbrigðissviði til og hvaða verkefni er því ætlað að sinna? Já, einmitt. Þetta er heilbrigðisfyrirtæki og við erum að bjóða upp á segulóm rannsóknir. Við erum eins og með eitt segulóm tæki og erum núna að einblína á að gera segulóm rannsóknir af öllum líkamannum. Þetta fyrirtæki verður til bara út frá því að það er mikil eftirspurn eftir segulóm rannsóknum á Íslandi og það vantar raun og veru fleiri tæki til að sinna þessum fjölda rannsókna sem er í gangi. Síðan var bara farið að hugsa svona meira hvort að hægt var að nota þessi tæki í einhvers konar forvarnaskyni af því að segulómtæki er í raun og veru mjög hentug rannsóknar aðferða því að tækin gefa ekki þessa hættulegu geislun frá sér og þetta er raun og veru bara mjög öflug og nákvæm myndgreining. Þetta er tækið þar sem að fólki er bara rennt inn í stóran hólk og það eru teknar myndir af líkama fólks innvortis upp úr og niður úr. Já,
í raun og veru tækið alveg opið í báða enda en það eru margir sem kalla þetta rörið eða hólkurinn eða hvað sem en já, þetta ákveðið það tæki og tæki sem við vildum hafa á okkar stofu, við vildum hafa nýjasta tæki, við vildum hafa besta tæki á markanum í dag og vildum geta boðið upp á svona afburða góða þjónustu varðandi þessar rannsóknir og völdum þetta tæki sérstaklega í tengslu við það. Þannig að tækið sem við erum með, það notar gervigreind til að bæði stytta rannsóknartíman og skerpa myndgæðin. Þannig að það má segja að þetta sé afkastamesta tæki landsins. Síðan erum við að bjóða upp á afþreyingar efni á meðan fólk í tækinu. Þannig að þú getur annarkvort valið að horfa á róandi myndefni eða Netflix. Spursmál, akkurat. Það besta hugmyndin í dag allavega. Ég held það. Hvort sem að það róandi efnið ekki. Já, en þetta ótrúlega svona þjónustu með að tæki og miðar rosalega mikið að því að gera upplifunina góða fyrir þann sem að þarf að nota tækið. Og reyna að gera alla upplifun svona notalega og við erum með róandi andrúmsloft á stofun okkar af því að það eru nokkri sem að þjást af innilokunarkennd finnst óþægilegt að fara í segulómin yfir höfuð. Að þá mjög mikilvægt að hafa eitthvað svona róandi myndefni sem við getum boðið upp á eða bara þú getur gleymt þér yfir einhverjum þætti á Netflix eða mynd. Hvaða fyrirtæki framleiðir þennan skanna og hvað kostar svona tæki ef ég ætlaði að fá mér eitt slíkt? Já, við erum með Philips græju og skannin sjálfur kostar 300 milljónir. Já, þannig að þetta risa búnaður mjög flókin náttúrulega. Já, þetta mjög flókin búnaður af því að þú þarft í rauninni að það ekki bara tæki sjálft sem þú getur keypt, heldur þarftu að útbúa stofuna sérstaklega fyrir segulóm tæki af því að þú þarft að einangra allt herbyggið, þú þarft að hljóð einangra rýmið utanum skannan sjálfan af því að það mikill hávaði í tækinu og það svona ýmislegt sem að þú þarft að gera. Þú ert að kaupa rosalega svona kælibúnað fyrir tæki sjálft af því að tæki í raun og veru alltaf í gangi, við slökkum aldrei á því og það bara sérstök svona helium pumpa sem að heldur tækinu köldu, kælir það og slíkt. Þannig að þetta risa fjárfesting að leggja stað í þetta verkefni. Þetta ekki eins og Canon prentari. Nei. Þvert á móti. Guðbjartur, bara til að spyrja þig út í búnaða þessu tægi, hvað það sem að svona myndgreining gerir? Hvað það sem að hægt að skoða? Hvar liggja markalínurnar á eða notkunarmöguleikarnir á svona búnaði? Já, einmitt. Segulómun svona hvað nákvæmasta tækið hreinlega til þess eða aðferðin til þess að skoða líkamann að rosalega mörgu leyti. Og við getum tekið mjög nákvæmar og nákvæmustu myndirnar í segulómun af taugakerfinu til dæmis og mörgum af innri líffærum líkamanns, hrygg og stoðkerfi. Það annar kostur kannski það að það engin geislun og engin áhætta þá sem fylgir í rauninni því að fara í sjálft tækið. Meðan að til dæmis röntgen eða tölvusneiðmynd sem bæði ódýrari og miklu hraðvirkari leið til að greina, að þá ertu með geislun sem skaðleg. En tækið líka nákvæmari en þetta í flestum greiningum. Og greinir þetta þá æxli eða æðagúlpa, heilablæðingar, ég kann ekki að nefna allan þetta krampleik sem að getur hrjáð mannin? Við getum skipt kannski 4 hópa einstaklingunum sem koma til okkar varðandi svona greiningar. Fyrsti hópurinn, kannski sá hópur sem hreinlega greinist með bara ekkert sem hefur í rauninni læknisfræðilega þýðingu eða alvarlegt á neinn hátt. Bara nokkuð góð skoðun. Heppnasti hópurinn? Já, heppnasti hópurinn eða svona ánægjulegasta skoðunin sem við getum fengið. Svo eru næstu 2 hópar að þá greinist eitthvað, fyrir hópurinn, það greinist eitthvað sem hefur læknisfræðilega þýðingu en ekki í læknisfræðilegu skilningi alvarlegt. En það getur verið gott að vita það og bregðast við. Og við getum tekið dæmi til dæmis fitusöfnun á innri líffæri, eins og fitulifur. Það kallar ekki endilega á sérstakar læknisfræðilega meðferð, en getur verið mjög hjálplegt að breyta lífsháttum sínum til þess betra og snúa ferlinu við. Til að forða þá alvarlegum sjúkdómum? Já, forða því að ástandi versni og að það sem við köllum efnaskiptasjúkdómar fara að gera vart við sig sem gætu hugsanlega verið líka reyndar byrjað og tengist á blóðþrýstingi og fleiru. En hópur 3, það kannski sá hópur þar sem hefur óvissa þýðingu. Og þá greinum við eitthvað
sem að öllum líkindum ekki vandamál en gæti verið vandamál. Þetta svona sá hópur sem mikilvægast að taka góðar ákvarðanir og setja í réttan farveg og mikilvægt hreinlega að útskýra og hugreista líka þarna. Svo síðasti hópur þar sem við greinum hreinlega eitthvað sem bara mjög alvarlegt. Og það kallar á inngrip, ef hægt Já, það kallar yfirleitt þá á inngrip, yfirleitt alltaf. Áður en við förum kannski aðeins meira út í þessa þætti, þá langar mér stundum til að spyrja því að fólk heyrir segulómun, en fólk kannski áttar sig ekki á því hvernig markaður þetta virkar, hvað eru mörg tæki af þessu tægi, þetta eitthvað sem hefur bara verið á hendi ríkisins og Landspítalans eða þetta þjónusta sem er út kvipin og kvapin? Sko, þetta þjónusta sem er til staðar á Landspítala en síðan eru enga fyrirtæki sem hafa verið að þjónusta þessar rannsóknir og þau eru 3, cirka. Já, ég held að séu 3. Áður en komað ykkur? Já, áður en koma okkur. Og hver skiptingin þarna á milli? Eru þá tækin á Landspítalanum að sinna fólki sem liggur þar inni eða af hverju eru menn með þetta skipt á milli hins opinbera og einkamarkaðar? Já, það náttúrulega fyrst og fremst Landspítalinn á að þjónusta alla sem eru inniliggjandi á spítalanum, fyrst og fremst. En svo eru líka einstaklingar sem eru í einhvers konar eftirliti á spítalanum sem að spítalinn hefur þá verið að þjónusta. Og einnig eru fólk sem bara á tímabókun á spítalanum sem fer þá í segulómrannsóknir og það kannski hægt að nefna í því samhengi brjóstarannsóknir. Þá eru konur bara að koma heiman frá sér í segulómrannsóknir en þú veist þetta hópur sem að gæti vissulega farið annað og enga fyrirtækin hafa verið að þjónusta hópin sem ekki inniliggjandi á spítalanum eða í einhvers konar meðferð út á illvígum sjúkdómi. Þannig að vísun frá lækni getur leitt til þess að þú farir í tækiðin á Landspítala eða hjá einhverjum þessum fyrirtækjum. Já, í rauninni áttu að ráða því sem þjónustu þegi, þá áttu að ráða því hvert þú ferð að nýta þér þessa þjónustu. Þú áttu að geta valið það, en það vissulega ekki þannig í dag af því að heimilislæknirinn tilvísar yfirleitt bara á þá stofnun sem að hann vanur að tilvísa á og finnst hann fá þá góða þjónustu þar. En það þú sem þjónustu þegi, þá áttu að velja í raun og veru hvert þú vilt fara að sækja þessa þjónustu. En það kannski erfitt að átta sig á því eða hafa forsendur til þess. Er þetta sambærileg tæki? Er þetta þjónusta sem er svona staðkvæmdarvara? Nei, einmitt, þetta alveg rétt. Og við læknar þekkjum stundum gæðin á tækjunum og vitum að það getur verið betra að vísa í ákveðið tæki frekar en annað. Og besta dæmið það held ég segulómtæki. Sumar stofnanir eða sum fyrirtæki eru með betri segulómtæki en önnur. Bara nýrri eða? Já, eða betri upplausn eða betri myndgæði. Og við heyrum það frá kollegum okkar inn á Landspítala. Þeir eru hrifnar af myndum frá ákveðnum fyrirtækjum. Þannig, já. Þið eru í dag, fyrirtæki stofnað 2022, ég maður rétt? 2023. Tekur til starfa 2023? Já, tekur til starfa 2023, en það var rauninu stofnað 2022, já. Já, kennitalan frá 2022. Já, það rétt. Þið eru í dag aðeins að veita þá þessa heilskönnun sem að fólk kemur bara og borgar fyrir, tekur bara ákvörðun í raun sjálft að gera. Það engin greiðsluþátttaka ríkisins, það bara sjálfstæð ákvörðun hjá fólki að láta mynda sig til að athuga hvort að það bjáti eitthvað á. Já. Það þjónustan í dag? Það þjónustan í dag. En það þjónustan í dag. Hvað kostar að láta mynda sig með þessum hætti? Það kostar 300.000 krónur. Hvað felst í því? Það myndatakan og þá greining hjá læknum? Já. Já, það ferðlega þannig að fólk kemur í myndatökuna, hún tekur 45 mínútur til 55 mínútur. Síðan fæða niðurstöðnar sendar í kjölfarið til sín, bara með örgum hætti og í kjölfarið að þá það okkar læknar sem að hringja í fólk og fer yfir alla skýrsluna, hvað þetta þýðir fyrir viðkomandi, aðstofa við að koma því í ferli ef það þarf að koma því í ferli og þá í samskiptum við aðra aðila sem að geta tekið á móti okkar skjólstæðingum ef þeir þurfa að fara í einhvers konar ferli. Og þetta eru röntgenlæknar og... Já, það í rauninni ferlið þannig að þú ert búin í skannanum, að þá fara alla myndirnar til yfirferðar hjá röntgenlækni sem fer kerfisbundið yfir allan líkamann, gefur kerfisbundna ítarlega skýrslu og varðandi öll líffærakerfi og allt hreyfikerfið, stóðkerfi líka.
Og þegar þessi skýrsla tilbúin þá sendir hana á okkur læknana, við lesum skýrsluna yfir og ef þetta ekki þessi minnsti hópur þarna, alvarlegasti hópurinn, að þá sendum við skýrsluna út og svo gefum við stuttan tíma og við hringjum svo í einstaklingin, höfum samband og ræðum allt í skýrslunni og förum yfir allt varðandi hvaða þýðingu það hefur, hvort það hafi raunverulega þýðingu eða ekki. Við spyrjum svolítið út í sjúkrasögu og einkenni og eigum bara samtalið og reynum líka að draga úr mikilvægi þess að eða hughreysta þegar eitthvað finnst sem hefur óvissa þýðingu. En þegar við finnum eitthvað sem hreinlega þarf að bregðast við eða allan þarf að skoða það nánar, þá setjum við það í ferli eða komum í ferli annarkvort með því að vísa því áfram eða hreinlega bara panta við þær rannsóknir sem þörf á. En þegar við finnum þetta hreinlega alvarlegasta, þá hringjum við yfirleitt beint í sjúklingin áður en að færa skýrsluna eða nákvæmlega þegar að færa skýrsluna. En þetta ég veit að það er nóg að gera hjá okkur eftir samtölu við ykkur, það er mikil ásókn í þetta. Það hefur verið talað að þetta leiðir til oflækninga, að bara heilbrigðiskerfið yfirfyllist af hræddu fólki sem að telur að sé eitthvað að sér og kannski það ekki. Er ykkur dæmi það í ykkar þjónustu að þið hafið uppgötvað alvarleg veikindi hjá fólki sem að fólk hefur borið með sér einkennalaust og... Já, það eru fjölmörg dæmi þar sem við höfum greint alvarlega sjúkdóma og við höfum fundið til að mynda æxli í líffærum eins og heila sem hefur þurft nauðsynlega inngripið eða illkynja æxli í öðrum líffærakerfum. Sem að fólk hefur ekki verið meðvitað um? Já, sem eru þá einkennalaus og það má kannski horfa á það þannig með krabbamein, ef við horfum á krabbamein, þá ef við tökum bara ristilkrabbamein sem dæmi, að ef einstaklingur greinist með ristilkrabbamein þegar það er bara staðbundið í ristli, ekkert komið út fyrir ristil, að þá eru lífslíkurnar eftir meðferð 95% eftir 5 ár eru lifandi. En ef þú tekur einhvern sem fekk ristilkrabbamein og hann greinist með meinvörp í 2 líffærakerfum út fyrir ristil, þá eru lífslíkurnar eitthvað í kringum 5 eða yfir 5%, milli 5 og 10 eftir 5 ár sem eru lifandi. Þannig að það lífslíkurnar hrynja? Já, þannig að það skiptir sköpum að varðandi krabbamein, þá virðist vera, þá skiptir sköpum að greina krabbameini snemma. Þetta er eitthvað sem við vitum og höfum vitað mjög lengi og þó svo að meðferð og lyfjameðferð og allt það sem mikið þróun, að þá skiptir þetta alltaf mestu máli. Hversu snemma þú greinist. Snemmar þín. Já. En, já. Getið þið fullyrt að þessi þjónusta hafi bjargað mannslífum? Er það of djúpt í árunni tekið? Ég held að að það er engin spurning að það hafa allavega einstaklingar komið til okkar, fengi greiningu sem leiddi til meðferðar sem skipti sköpum. Nei, ef þeir hefðu gengið lengur með þetta, þá er líklegt að sjúkdómsferlið hefði verið gengið lengra og við komum til að haft minni þá lífslíkur. En það má alveg ræða þennan hóp þarna. Aðal vandamálið er hópurinn þar sem við greinum eitthvað með óvissa þýðingu og þar er aðal gagnrýnin. Varðandi það að hvernig við bregðumst við þeim hópi og það er mikilvægt að bregðast rétt við þeim hópi. Hughreysta og stundum þarf að gera frekari rannsóknir og bara til þess að slá út af borðinu alvarleg vandamál. Og það auðvitað kostar einhverja peninga. En leiðir þetta ekki einmitt til oflækninga? Yfirfyllist ekki kerfið að hræddu fólki sem er kannski ástæðulausu inn á gafli og lækni? Ég held að það sé rétt að rannsaka þetta fólk. Nánar þegar við finnum þetta. Ég verð að segja fyrir mitt leyti ef maður myndi greinast með eitthvað svona þá myndu hugtaka svo oflækningar ekki skipta neinu máli. Það er maður stæðið aðstæðunum sjálfur. Það er nefnilega málið. Þetta valdefli þá einstaklingin að bara þeir sem vilja taka meiri ábyrgð á eigin heilsu. Hafa þennan möguleika. Og ég held þetta sé þetta er kannski ekki alveg fyrir alla, þetta er kannski ekki fyrir þá sem þola alls ekki miklu óvissu. Þannig að þú getur alls ekki lifað við það að eitthvað finnist sem hefur óvissa þýðingu og þarf að mynda aftur í framtíðinni, að þá getur þú sleppt þessu. En þetta er fyrir þá sem hafa áhuga á að valdeflast, taka ábyrgð á heilsu sinni og hreinlega vera svolítið svona sem við köllum proaktífir. Var þetta þessi tilsvar?
Og ég farið sjálfur í þennan skanna og ég verið að vísa fjölskyldumeðlimum og vinum, þannig að ég hef mælt með því fyrir suma í kringum mig. Og við höfum fengið fjöldan allan á læknum til okkar einnig og mögum þeirra. Þannig að þeir sjá ástæðu til að láta greina. Já, og það er ekki spurning að það eru sumir læknar sem eru ekki jákvæðir út í þessa skoðun og þeir eru alveg fullan rétt á sinni skoðun. En það er líka, við upplifum líka að margir læknar eru jákvæðir og margir læknar og við upplifum líka að það sé bara tekið mjög vel á móti okkar skjólstæðingu þegar við greinum eitthvað í heilbrigðiskerfinu. Gengur vel að koma fólki í farveg. Mér ákveð að færa talið að stimpingum sem að þið hafi staðið í við hið opinbera því að þið eru að veita þess að þjónustu sem einstaklingar komin á götunni greiða fyrir allan kostnað sjálfir en þið hafi viljað komast að kerfinu þar að segja það sem að læknar vísa á grundvelli samninga við sjúkratryggingar. Viljið vera þátttakendur sem að önnur einkafyrirtæki hafi verið að sinna. Það hefur gengið meira en brösulega með þau gögn sem að ég hef farið yfir. Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Við höfum lent á ansi mörgum veggjum innan heilbrigðiskerfisins og ef viltu að ég fari yfir þessa sögu? Já, segðu mér, eða segðu áhorfendum bara í raun undan og ofan að því hvernig þetta kemur til? Þetta kemur náttúrulega til af því að við sóttum þarna að ganga inn í sömu samninga og þessi 3 myndgreiningafyrirtæki eru með við Sjúkratryggingar Íslands á sínum tíma og þau gáfu okkur svona cirka 6 mánuði til að svara nei við því, vildu ekki veita okkur þessa samninga og ein af þessum ástæðum var svo að þau Sjúkratryggingar töldu sjálf ekki vera eftirspurn eftir segulóm rannsóknum á Íslandi í dag sem er náttúrulega bara ekki rétt og þannig að við fórum eitthvað að skoða nánar þessa samninga sem eru í gangi við hinn myndgreiningafyrirtækin og komumst bara því að þetta virtist vera kolólöglegir samningar og eru búin að vera það í meir en 20 ár. Þannig að við hófum kæruferli og kærðum þessa samninga, ólöglegu samninga sem að Sjúkratryggingar eru með gagnvart þessum fyrirtækjum. Hvernig eru þeir ólöglegir? Það er bara alls konar klausur í honum sem að standast ekki lög og þeim hefur bara alltaf verið framlengt og aldrei hafið svona formlegt útboð á þessari þjónustu. Þannig að niðurstaðan var svo að Sjúkratryggingar Íslands fengu á sig 44 milljón króna stjórnvaldssekt sem er bara held ég ein hæsta stjórnvaldssekt sem að sést hefur. Þannig að Sjúkratryggingar Íslands neyddust þá til að fara með þessa þjónustu í útboð og þá sáum við tækifæri til að taka þátt í útboðinu og fórum að skoða útboðið en þá var þetta útboðið raun og veru bara hanna til þess að gefa fyrirtækjum sem eru nú þegar að sinna þessari þjónustu eingöngu færi á að taka þátt. Það var allir nýir aðilar í raun og veru útskúfaðir frá því að taka þátt í þessu útboði og við sem sagt kvörtum undan þessu við bara bæði fjársýslu ríkisins og samkeppniseftirlitsins og þau bæði gerðu alvarlegar athugasemdir við þetta útboð og báðu Sjúkratryggingar að endurskoða þessa skilmála sem að Sjúkratryggingar Íslands neituðu að gera og vildu bara halda þessu áfram. Og svo kom kærunefnd útboðsmála inn í dæmið og dæmdi útboðið í raun og veru bara ólöglegt, þannig að útboðið var stöðvað. Þannig að nú eru bara sömu ólöglegu samningarnir ennþá í gangi af því að heilbrigðisráðherra framlengdi bara þessum fresti á því að birta fram nýtt útboð. Þannig að eftir allan þennan tíma að það er búið að sekta þessi ríkisreknu fyrirtæki háa sekt og það er búið að segja að þetta sé ekki eðlilegir starfshættir sem eru í gangi hjá þessum ríkisreknu fyrirtækjum en það er ekkert sem breytist og það er að skrýtna við þetta sem við höfum þurft að standa í og við erum bara eitthvað pínulítið sprotafyrirtæki sem er í raun og veru að koma upp með þessa starfsemi sem er í gangi þarna. Hvernig hindranir eru þeir að setja á ykkur til þess að koma í veg fyrir að þið getið tekið þátt í útboðinu? Það voru einhverju 5 eða 6 skilmálar sem við settum út á þarna, ég man ekki nákvæmlega hvernig þeir voru en þetta var allt saman að þú þurftir að hafa verið að búa að starfa til dæmis í 3 ár áður og sýna fram á einhverja skýrslu og hafi verið starfandi áður og einhverju svona skilmálar sem bara stóðust ekki útboðslög, þannig sé
hvað skýrir þetta? Hvað veldur því? Það góð þið hafið engar skýringar á því? Nei, við höfum engar skýringar og það bara ótrúlega góð spurning hjá þér, bara hvað skýrir þetta og af hverju eru þessi fyrirtæki að haga sér með þessum hætti og hvað verið að venda, hvað hagsmuni verið að venda hérna, verið að venda hagsmuni hinna myndgreininga fyrirtækjana og það verið að hindra líka bara eðlilega samkeppni fá að blómstra á Íslandi vegna þess að ef að fleiri fyrirtæki koma á borðinu þegar ríkið að semja við einhverja aðila þess að þjónustu að þá auðvitað getur ríkið þá verið með fleiri spil á hendi og sami þá betri þjónustu og jafnvel lægri kjörum. Ég hef nú skoðað upplýsingar og reikningum þessara samkeppnisaðila ykkar þegar ég fór að skoða þetta mál og ég leyfi mér að segja að það er gríðarlegur hagnaður að þessari starfsemi. Þetta er mjög ábatasöm iðja að standa í þessu. Já. Þá spyr ég, ef að þið fengið að taka þátt í útboðinu, eru líkur til þess að ríkið fengi hagstæðari kjör að ríkið væri ekki að mylja hundruður milljóna undir? Já, það er bara mjög góða líkur á því. Hverju geti munað í svona lög? Er þetta tæki afkastamir eða af hverju ættu þið að geta veitt þjónustuna með ódýrara hætti en hinn fyrirtæki? Sko, ríkið getur náttúrulega bara sett fram einhverja skilmála þar sem að fleiri aðalega geta komið að þessu borði og gert þjónustuna ódýrari fyrir ríkið og sjúkratryggingar og svo líka bara auki framboð af segulómtækjum og þá betri þjónusta fyrir samfélagi í heild sinni ef fólk getur sótt þessa þjónustu á fleiri stöðum. Hvar þetta mál statt núna? Ég veit að þessu verið skotið til umboðsmanns Alþingis, Samkeppniseftirlitið hefur verið með þetta eins og nefnir kærunefnd útboðsmála. Hvernig metið stöðun akkurat núna? Við metum stöðuna bara, við erum alltaf búin að vera að berjast svolítið lengi í þessu í langan tíma og það er alltaf eitthvað sem að þokast eitthvað aðeins áfram og nú erum við bara undirbúa að senda þetta mál til umboðsmanns Alþingis. En sko það sem að mest alvarlegast í þessu öllu saman að hér eru einhverjir ráðherrar og forstjórar, landlæknir, þetta er allt saman fólk sem að gegnir ótrúlega mikill ábyrgðarstöðu. En það er engar afleiðingar sem að þetta hefur að brjóta lög í svona valdamikilli stöðu. Þetta fólk, þessar ákvarðanir eru teknar af fólki, ekki fyrirtækinu sjálfu, en það eru engar afleiðingar sem þetta hefur. Það hefur ekki breytt neinu fyrir okkur. Nú er þetta heilbrigðisráðherra að koma þessu ákvarðanaferli að það ekki á sín tíma, Alma Möller? Jú, hún gerir það sko. Og þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að hún brýtur lög í sínu starfi og það er eins og það skipti þetta fólk engu máli að það brjóti lög í starfi sínu og vegna þess að það hefur engar afleiðingar. Það hefur afleiðingar fyrir okkur þegar við brjótum lög? Já, það hefur það, svo sannarlega. En þetta lendir náttúrulega bara fyrst og fremst á þessum litlu fyrirtækjum sem hafa verið að berjast í þessu eins og okkar fyrirtækjum. Við erum ekkert eina fyrirtæki sem hefur verið að standa í þessu og það er eins og það sé sko líka allur þessi tími sem að bæði sjúkratryggingar, landlæknir er búin að taka sér sko meir en 1,5 ár til að svara okkur hvort að við megum veita þessa þjónustu án þess að fólk þurfi tilvísun. Hún er búin að taka sér sko, við sendum inn tilkynninguna 2023 og við fengum svar í síðustu viku. En þið eru búin að vera að veita þessa þjónustu í millitíðinni? Já, við gerum allar rannsóknir með tilvísun frá lækni. En við óskuðum eftir því að fólk gæti bara panta sér tíma sjálft án þess að vera með tilvísun vegna þess að þetta er skaðlaus rannsókn. En tilvísunin hjá ykkur þá tilvísun frá ykkar eigin læknum? Nei, það eru bara læknar út allan bæ sem að geta tilvísað til okkar og hafa verið að gera. Já, þannig að það er opinn. Já, hvaða læknir sem getur tilvísað? Já, allir læknar getur tilvísað. En það sem að En við fylgjum samt öllu eftir, sko. En ef ég hef samband við ykkur beint, að þá er það læknir frá ykkur sem að tekur boltan áfram? Við svona reynum að aðstofa fólk eftir bestu getu ef það er ekki með tilvísun. En það koma tilvísanir frá bara mörgum fyrirtækjum og mörgum læknum. Já, og við fylgjum eftir öllum niðurstöðum saman hver tilvísandinn er, sko. Já, og í samstarfi við þann lækni þá? Líka, já. En ef ég held aðeins áfram með tímabil, sko, eins og landlæknir gefur sér allan þennan tíma til að svara okkur og sko maður spyr sig, er ekki hægt að svara þess og styttri tíma, af hverju er að gefa ykkur svona langan tíma og þú veist, er hægt að draga þá ályktun að embætti landlæknir sé þá að hafa þessa töf til að vonast til þess að þessi fyrirtæki leggist í þrot. Það er verið að bíða eftir því, af því að það eru svo margir sem gefast upp á þessu að lenda á svona mörgum veggjum. Hafið þið upplifað þannig að stjórnvöld hafi viljað ykkur feig? Já, ég get alveg svarað því játandi.
En það ekki að takast, það nóg að gera hjá ykkur. Já. Ég sé líka að þessum gögnum að þið nú ekki með ódýrustu lögmenn landsins. Þetta hlýtur að vera gríðarlega kostnaðarsamt fyrir utan allan tíma sem þetta tekur. Þetta eru flókin mál og annað. Þið hljótið að þurfa að dæla peningum í þessi slagsmál við hið opinbera. Já, við erum vægast sagt búin að dæla ansi mörgum peningum í þennan slag. Og það alveg rétt hjá þér að við erum með mjög góða lögfræðinga hjá okkur en það líka einmitt málið sko að svona lítil fyrirtæki hafa oft ekki þennan burða að greiða allan þennan lögfræði kostnað að þurfa að standa í þessu. Þannig að já, þetta hefur verið skellur. Hver fjárfestingin? Þú nefnir 300 milljónir fyrir búnaðinn, en svo það þetta flókna húsnæði, útfærslan á húsnæði, að koma upp svona fyrirtæki sem þú kallar lítið sprotafyrirtæki í heilbrigðisþjónustu. Þetta hljóta að vera mörg 100 milljónir króna. Já, það alveg rétt hjá þér. Hvað búið að setja mikið í þetta fyrirtæki? Ég ekki með nákvæma tölu á því, en það leggst enginn í þetta verkefni bara ganna sínu sko. Þetta yfir milljarður? Já, þetta yfir milljarður. Og margir hluthafar? Nei, við erum 6 eigendur. Og komið þessu, já. Hver framtíð, segjum sér svo að þið náið samningi við sjúkratrygginga loksins, sem vil ekki semja við ykkur, eða neytið til þess. Hvað gerist næst? Þetta þjónusta sem þið getið útvíkkað, komið með fleiri tæki? Hver svona framtíðin í þessu? Hvað að gerast út í heimi þessu sem við ættum að hafa augun á? Já, góð spurning. Já, við myndum náttúrulega vilja bjóða upp áfram þessa skoðun, þessa heilskoðun. En við höfum alveg velt fyrir okkur að bjóða upp á eins og Steinunn talaði að taka þátt eða ekki bara hreinlega í taka þess að einhvern hluta af sjúkratryggingum, partaskoðanir, skoða eitthvað ákveðið svæði eða hreinlega bara taka almennt bara öll svæði. Það geta verið hníf og brjóst og axlar og hvað? Já, heili, hvað sem og það getur verið eftir einkennum eða sem hluta af einhverju öðru ferli. Svo með blóðpröfur líka? Já, við svona velt fyrir okkur að bæta við okkur kannski ítalegum blóðrannsóknum, velt fyrir okkur að bæta við öðrum tækjum, kannski beinþéttnimælingu eða einhverju slíku. Þannig að það svona ýmislegt í kortunum, en akkurat núna þá kannski eru við, held ég að við séum svolítið bara þarna, akkurat núna, en það en sýnin eru þetta að reyna að bjóða upp á einhvers konar heildræna stærri nálgun sko. Og þá í samkeppni við hinn fyrirtækin sem Malagull? Sko, við hugsum þetta eiginlega svona kannski rannsóknir meira í forvarnarskyni ákvörð af þeim stað sem við erum núna. Og við höfum ekki verið að sækjast eftir því að sjúkratryggingar niðurgreiði endilega heilskoðun, af því það hefur alveg sýnt sig að það ekkert endilega það sem að borga sig fyrir ríkið að niðurgreiða þessar rannsóknir. En fólk eru búið til að borga fyrir þetta sjálf? Já, og þetta snýst náttúrulega bara fyrst og fremst það að hafa val og frelsi til að geta fjárfest í þessari rannsókn fyrir einstaklinga sem að hafa áhuga á því. Þetta svona svipað verð og dýra iPhone? Já. Að láta tékka á sér? Einmitt. Ég óska ykkur góðs gengis í þessu. Ég held að það sé ástæða til. Ég í viðræðum við aðstoðarmenn heilbrigðisráðherra að fá hana hér til að ræða ýmis mál í heilbrigðiskerfinu, en það verður forvitnilegt að fara yfir þetta mál með henni. Mögulega líka forstjóra sjúkratrygginga. En Guðbjartur og Steinunn, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir af okkur. Og gleðilega páska. Gleðilega páska. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágættan föstudaginn og við þökkum ykkur fyrir samfylgdina. Ég minni enn og aftur á nýjan bókaklúbb spursmála sem ég hvet ykkur öll til þess að skrá ykkur í. Þið gerir það inn á mbl.is undir síðunni hjá spursmálum. Við ætlum að taka fyrir fyrsta kastið ævisögu Geirs H. Haarde, þar sem að hann varpar fram mjög áhugaverðu og varpar áhugaverðu ljósi ekki síst á atburðina í kringum bankahrunið 2008 og 2009. Við munum taka þessa bók til frekari umræðu á vettvangi klúbbsins og svo í byrjun maí þá ætla ég að setjast niður með Geir í spjalli niður á Kjarval og þar verða bókaklúbbsfélagar velkomnir að mæta svæðið og jafnvel að heyra einhverjar sögur eiginlega úr baktjaldamakkinu sem átti sér stað þarna í september og október 2008. Fylgist þið með, en að öðru leyti óska ég ykkur gleðilegra páska og hlakka til að hitta ykkur hér að hátíðinni lokinni. Verið sæl.